Komiði sæl og verið velkomin í klefan. Markmiðið að finna leiðir til að bæta árangurinn. Gefum Silju Úlfars orðið. Velkomin í klefan. Í dag ætlum við að ræða kraftliftingar. En sterkasti fasteignasali landsins sem sestur hérna hjá mér, hann þekktur fyrir framúrskarandi árangur á vettvangi kraftliftinga. Hann hefur sett Íslandsmet, Evrópumet og heimsmet. Hann var medalíur frá þessum mótum og þá var hann íþróttamaður ársins árið 2019. Í dag hann að einbeita sér að fjölskyldunni, fasteignum og kraftliftingaskólanum. Velkomin. Takk fyrir. Þetta allt rétt hjá mér? Þetta hárrétt. Súper. Wow. Herðu, Júlían J.K. Jóhannsson, mér langaði að vita fyrir hvað stendur J.K.? Ég heiti Júlían Jóhann, Karl Jóhannsson. Alveg rétt, já. Já, þetta svona langt nafn. Já. Og kom betur út í umfjöllun allir að bara stytta þar hennilega. Það ekki margir með svona mörgnöfn. Nei. Herðu, en hvernig ertu? Hvernig er lífið eftir þú veist, keppnissportið? Já, rosa gott. Ég mjög góður. Okay. Já, bara í miklu stuði. Herðu, og ég ætla að kalla það nýjasta barnið, þetta kraftliftingaskólinn, eða ekki? Jó, heldur betur. Hvernig gengur það? Ég nú aðeins búin að sjá þetta hér og þar. Já, ég byrjaði að þjálfa og hefur þetta þjálfað svolítið bara samhliða ferlinum og kannski fór að auka svolítið eftir ég hætti að keppa sjálfur. Já. En ég ætlaði ekkert endilega að fara að starfa við þjálfun og það var aldrei kannski svona beint, svona draumur hjá mér, þú veist, svo þessi sagt. Já. En það var alltaf svolítið svona ég var alltaf spurður mikið það og virtist vera bara ákveðin svona eftirspurn eftir því bara hreinlega. Já. Og ég við hugsaði líka sjálfur að þegar maður búin að helga sig einhverju og leggja sig svona mikið fram og læra svona mikið að þá það kannski líka hálfpartinn ekki gott að miðla því svo ekki áfram öllum lærdómnum. Ok, sammálaðir. Já. En það var svona hluta því á mér og svo fannst mér bara þjálfunin alltaf verða skemmtilegri og ég lærði svo mikið af því að þjálfa hana fólk. Já. Og upp úr því fyrst héti þetta nú bara eitthvað tengt mér, Júlían eða JK eða eitthvað svona. Já. En svo bara fór ég svolítið í tilgangin hjá mér og það var að kenna kraftliftingar. Já. Og ég hef fengið til mín alls konar fólk, íþróttafólk og fólk sem eru ekki hreyft sig jafnvel í áratugi. Já. Og bara kennt þeim að lifta og kennt þeim kraftliftingar og beita sig og þannig að mér fannst það líka bara beinast við að skýra þetta kraftliftingaskóli. Já. Þú veist, ertu að þjálfa eitthvað svona afreksfólk í kraftliftingum líka eða? Já. Og hef verið að fylgja út á stórmót og er með marga í þannig þjálfun. Já. En líka bara venjulegt fólk. Ok, er uppgangur í kraftliftingum? Já, það það. Já. Og búið mikil aðalega bara vitundarvakning í samfélaginu fyrir gagnsemi liftinga og styrktarþjálfunar. Já. Og það það sem ég finn mest að ég fæ til mín og þetta jafnvel þegar ég byrjaði að þjálfa voru þetta kannski fyrstu námskeiðin sem ég held bara grunnnámskeið í kraftliftingum þá var ég bara með miðaldra karlmenn. Og ég hugsaði þetta oft þannig ég var bara með 80s hard rock playlistan Já. En núna og svo á einhverju tímapunkti varð bara algjör breyting og núna þetta oft bara konur. Já. Eða 70-80% konur. Já. Og aldurinn kannski oft 30 til 60 svona meðaltali. Og það var bara landlæknir byrjaði á einhverjum tímapunkti að mæla með liftingu fyrir konur. Já, og líka tengt breytingaskeiðinu. Já, og rosa vitundavakning kringum það. Já. Þannig það stór hópur. Já, ok. Þú veist, að vera að þjálfa og það einhver svona nýjir að koma inn á eitthvað, færðu út úr því þegar þau eru, þú veist, að bæta sig og ná markmiðum og já. Já, klárlega. Og það eiginlega skemmtilegast við þetta því ég finn það, ég held svona 4 vikna námskeið og svo held ég framhaldsnámskeið og sumir halda áfram og ná að gera þetta bara að lífstíl hjá sér. Já. En það gerist ótrúlega margt á 4 vikum hjá einhverjum en miðað við hvað getur gerst á 3 mánuðum, það rosalegt. Já. Rosaleg umbreyting getur orðið.
þú veist, ég er svona að hugsa, sko, þú veist, fólk í ræktinni, þú veist, og svo kemur það kannski til þín og lærar, þú veist, fólk að gera alltaf sömu villurnar eða svona, þú veist, sérðu einhver svona munstur í þessu? Já, algjörlega og sko ég hef svo sem það er líka svona haldið kannski breytilegt að því maður sér alveg trend bara á milli kynja líka, það er alveg og má ekki eru kallarnir í bekkbrúsinni? Já, og ég þarf yfirleitt að segja við sérstaklega kalla að bara fara að róla í þyngingar, þú veist, og meðan ég þarf yfirleitt að íta frekar á konur að þyngja. En hvort vekja bara getur ég slemt upp á árangur, sko, að þyngja aldrei eða þyngja of mikið, sko. Já, en ég seti yfirleitt 2 reglur hjá mér á þessum námskeiðum. Það er, númer 1 er að banna að meiða sig og hitt er að fara ekki svo þungt að maður ráði ekki við það. Og veist, í svona byrjun og það sé svo mikilvægt að sníða sér stakk eftir vexti og hlusta á líkamann og ekki elta æfingafélagan í sínu þyngdum. Ég sammála því. Ok, en hvað máttu vera ungur að byrja? Sko, í kraftliftingu máttu byrja að keppa 14 ára. Ha? Já, máttu ekki byrja. Á Íslandi? Bara í heiminum. Og Íslandi líka? Já. Þannig, sko, máttu ekki byrja að keppa fyrr, við erum og alls þar í heiminum þetta er eitthvað tengt ameríska skólakerfinu, 14 til 18, 18 til 23, en við erum með iðkendur með 9 ára og upp úr. Já, sem bara að læra svona eitthvað grundtækni. Já, og íþróttir barna eru náttúrulega oft meira leikir og svona þannig. Eru þið með alveg niður, þú veist, eru þið með barna íþróttir, eða þú veist, eru þið þá með einhvern svona kurs fyrir þennan aldur? Já. Ok. Þannig að svona meira mæli, þú veist, en þetta er ekkert með aðrar íþróttir, en þetta er svona aðeins, já. Þetta er tækni. Já. Mér langar náttúrulega að spyrja núna að með hreyfigetu barna í dag og svona eitthvað, þú veist, ert þú eitthvað var við einhverju breytingar í því eða? Sko, ég þjálfa svo lítið börn, svona þessi ungu börn, það er kannski erfitt fyrir mig að segja það, sko, alveg. Ok, en hvað hjá ykkur, hvað eru þið með, þú veist, ef ég væri með úling sem ætla að senda til þín, hvað er svona ideal? Aldur, já. Sko, kraftliftingar eru einhverju leiti fullorðinsíþrótt, þannig, ég meina þú ert að byrja 14-15 ára og þá ertu ungur að byrja, en þetta er líka þannig íþrótt að eins og í Íslandi þá fara svo margir í knattspyrnu og bara bólurum fer þangað og svo fer restinn kannski í handbolta eða körfubolta og eitthvað, og þetta er svolítið þessi skipting. Þannig að sko við oft er þetta bara krakkanir kannski en passa ekki inn í þar en koma til okkar, það getur verið en sumir eru líka bara algjör náttúru talent og eru bara rosalega sterk og fljót að vera sterk. Sérðu þið það strax? Já. Þú getur verið svolítið fljótur að spotta? Já. Er það þá bara út af því, þú veist, hann er sterkur eða sterk eða sérðu einhverja svona, þú veist, einhverja hreyfingar eða eitthvað svona tæknistöf eða? Já, sko það er náttúrulega oft ekki nóg að vera sterkur, maður þarf líka að þarf að vera haus líka, eða þú veist, þetta er bara þetta er í þessu en jú, maður sér það og maður sér það náttúrulega bara þessi fljótþrosku krakkar eru oft mjög sterkir en svo getur þetta bara gjörbreyst á nokkrum árum þannig að það er bara það er svolítið erfitt að segja það, sko en jú, og með allar íþróttir að þú veist, það fólk er náttúrulega þroskast á misjöfnu hraða og ég man bara þegar ég var yngri þá var eitt sem var rosa góður í kastgrein og hann ætlaði bara frá ólympíuleikana, ég held að hann fengið sér ólympíudettu sko 14-15 ára sko en hann fór ekkert lengra sko. Þú veist, þannig en mér finnst þetta orðið vakning núna einmitt í þessu, þú veist, að fólk að fara að fatta þetta er svona fljótþroska og svo kannski jafnast þetta svolítið út sko. Já, en við fáum oft sko alls konar svona og maður sér bara efni og
maður sér það og oft þetta þarna en kraftliftingar hafa breyst svo mikið þegar ég að byrja þá var sko flottast að vera í yfirþungavigt og það var svona flottasti flokkurinn. Er það 120 pluss? Já. Í dag þetta orðið miklu opnara og það jafnvel vinsæll að vera bara í léttari flokkunum. Já, okay. Og þessi flokkar í kringum 100 kíló eru mjög vinsælir. Já. En hér á Íslandi var alltaf kraftliftingamaður undir 120 kíló mjög lengi sko. Nei. Það var svona að þótti mjög sérstakt sko. Já. En þegar maður sér þess vegna og líka koma stundum þessi þungu, ég vil meina strákar en líka stelpur, en koma úr, kannski gengur ekki upp í öðrum íþróttagreinum, en finna sig í kraftliftingum að því þeir allt í einu, og það er ekki verið að meta þetta upphífingum eða einhverju sem kannski liggur mjög illa við þeim, en þeir geta alltaf lift þingstu steinunum eða lóðunum. Já, og svo fattar fólk kannski bara með þetta bara, herri, ég óslega sterkur og eitthvað, þú veist, ég man bara með sjálfa mig bara, svona úlingadeild að ég var bara eitthvað, herri, ég bara óslega fljóta að hlaupa. Já. Ég bara fljóta hann allir, þú veist, og þá einhvern veginn fær maður að skoða það, sko. En sérðu stundum einhverja svona, þú veist, einhver efni sem koma kannski á námskeið hjá þér og þú bara eitthvað, herri, þú verður að halda áfram. Já, algjörlega. Og þú bara, please, nei, ekki þetta. Já, 100%. Já. Og þarna, en þá maður ekki vera ákafur sko, þá fyrir fólk og maður svona laumast eitthvað svona, já, skal ég hjálpa þér. Já. En líka í þessu að ef maður finnur sig í einhverju, hvort sem það eru kraftliftingar eða eitthvað, og þú finnur þú ert góð þar eða góður, þá byrjar að hjálpa þér í öllu öðru. Þú ert góður á einhverjum stað og finnur svolítið þinn í stað og það hjálpa þér að finna jafnvel bæta árangurinn allstaðar annars staðar í lífinu. Já, þú líður vel með þarna bara, þú veist, sjálfa þig svolítið, sko. Já. En hvað segir að ég komi með kameru og við tökum kannski svona upp einhverja svona smá tækni eitthvað, því að það er íþróttafólk að hlusta sem getur hugsanlega lært eitt og annað að þér. Já, mér líst mjög vel á það. Það ekki? Jú, heldur betur. Ok, herru, við gerum það, setjum það þá í loftið sem fyrst, finnum tíma eftir. Herru, en hvenær byrjaði þú og af hverju? Ég byrjaði að lifta, ég svo sem hafði alltaf verið að stela svona í æfingasali, svona 13 ára og fór með einhverjum frændum mínum þegar ég var yngri, en ég byrjaði að æfa svona 15 ára. Já. Og þá var það líka bara, ég hefði aðeins verið að guttla yfir sumarið, eða þannig fór í World Class og eitthvað, en svo bara 1. september tók ég æfingadagbók og skrifaði og þá var það bara, og frá þeim degi hélt ég æfingadagbók alltaf yfir allar æfingar hjá mér og var svona bara þarna var ég ákveðin. Ok, varstu einhverjum öðrum íþróttum? Ég var í körfubolta, var búin að vera í körfubolta í svona 5 ár. Já. Og einhverjum svona bara mismunandi með sem krakki fótbolti og júdó og prófa ýmislegt. Já. En það var svona svolítið, þegar ég kynntist kraftliftingum þá varð ég eiginlega alveg hugfangin af íþróttinni strax og þetta átti hug minn allan. Það var bara small. Já. Ok, og varst þú til dæmis alltaf sterkur þegar þú varst yngri? Já. Þú fannst það alveg? Já. Ok. Átti vel við mig og því ég var búin að vera í körfubolta og körfubolta er svona hópíþrótt og þar maður í klefa og það er búningsklefin sem er mér fannst alltaf bara einna skemmtilegast við svona hópíþróttir, þessi stemming sem myndast og það var kannski erfiðast að segja skili við þá búningsklefa, stemmingun okkur. Vá, ég trúi því. En hvenær svona, þú veist, þannig ertu 15 ára, ertu eitthvað að byrja að prófa þetta, þú veist, hvar kynnistu svo almennilega kraftliftingum og svona, þú veist, hvernig var svona, þú veist, allt þínu vegferðin þín bara einhvern veginn svona á fullu inn í þetta? Sko ég náttúrulega bara eins og held ég margir horfði á Jón Pál myndinar og aflurunir í sjónvarpinu og það heillaði mig og var sterkur og fann mjög fljótt þetta átti vel við mig. En þegar ég byrja þá umhverfi kraftliftinga svo allt annað en það í dag. Já. Og það voru eiginlega engir þjálfarar og það voru eiginlega engir við vorum að ganga inn í síðan þessum tíma eftir sko 25 ára fjarveru og þetta var allt annað umhverfi þannig að þetta var eiginlega svolítið tími það sem
bara þeir hörðustu, eða skilur þú þurftir að vera mjög áhugasamur til þess að verða eftir, af því það var ekkit umhverfi en hélt utan byrjendur. Nei, einmitt. En ég var klárlega þar, sko, ég sá ekkit annað en þetta og hélt áfram, en þess vegna kannski síðan meir var það svona keppikefli hjá mér að koma með þessi námskeið sem væri svona leið inn fyrir fleiri. Já, eitthvað sem þið vantaði. Já, við kynslaðan undan erum svolítið að vinna þessu. Það geggjað. En þú veist, og svo byrjar að æfa og þá hérna, finnur kannski þú að taka svolítið einhverjum hröðum framförum og eitthvað og væntanlega fá einhverja leiðbeiningar eða varstu bara í blöðunum eða? Já, ég bara lá í öllum bókmenntum sem ég fann bara, veist, og sem voru svo sem ekkert margar, bara einhverja þýttarbækur frá 9. áratögnum. Google dæmi þarna, sko, almennilega held ég. Nei, ég maður datt samt inn á einhver svona spjallþræði, var vakstaförur voru með spjallvef og hugi.is og eitthvað svona, einhver svona samfélag. Já. Og ég lá þar bara og las eins og ég gat. Og svo seinna meir erum við komin inn í sí og ég næ að fara inn í ármenningur en það var svo svona lítil starfsemi þar til að byrja með, þannig ég æfi langt mest í Breiðablik með Auðun Jónssoni og fleiri kempum, Halldóri Eyþórssyni og mönnum sem hefur keppt mjög lengi og María Guðsteinsdóttir og ég náttúrulega bara eins og ef maður ætlar að ná langt í einhverju þarf maður eiginlega að finna einhvern sem að gera það sama og bara líma sig á hann. Já, einmitt. Og það var það sem ég gerði. Já. Bara... margir að líma sig á því núna? Já, það er það. Það er náttúrulega bara heiður, sko. Já, það er það, algjörlega. En hvenær varstu bara eitthvað, heyrðu, ég held að ég geti árið bestur í heimi, bara með þeim bestu í heimi? Já, ég veit það ekki alveg. Á einhverju tímapunkti á manni að ég var svona að byrja og ég var að hugsa bara, vá, 400, ef ég ætla að taka 400 í hnébeygju. Það er ég að hita upp í bara 360 kíló eða eitthvað og ég bara mér óæði fyrir þessu. Það þurfa að hita upp svona langt, ég meina, ég átti en svo bara hugsa maður, gíra maður sér niður og hugsa bara, þetta er bara eitt skref í einu. Það er bara, og það er ekkert að flýta sér að þessu. Nei. En ég man eins og ég tók 405,5 kíló í réttstöðulyftu sem var heimsmet og það var lyfta sem ég var búin að sjá fyrir mér bara í 10 ár. Og bara í sturtu og tannbursta mig, að fara að sofa, alltaf var ég að sjá mig fyrir mér gera þetta. Notaðirðu hugarþjálfun mikið? Já, mjög mikið. Ok, og þú veist, reynir að kenna þínu íþróttafólki þetta, eða þú veist, hvað aðferðir notaðirðu? Sko ég var mjög hrifinn af því bæði að vera búin að sjá fyrir mér æfingarnar áður en ég mætti á æfingu og helst svona kannski 2 ár búin að fara í gegnum æfinguna og öll mót var ég búin að fara í gegnum mjög oft í huganum. Þannig ég var í þessu, sjá fyrir mér. Var einhver sem að kenndi þér þetta eða? Ég held þetta að vera eitthvað sem ég las bara þarna til að byrja með. Það væri gott og ég held mig við það bara. Greinilega virka, sko. Heyrðu, en förum bara aðeins í kraftlyftingar. Þú veist, basically, hvað eru kraftlyftingar og kraftlyftingakeppni? Já, kraftlyftingar eru þríþraut. Það er keppt í 3 greinum, það er keppt í hnébeygju, bekkpress og réttstöðulyftu. Það er keppt í mismunandi aldursflokkum og þyngdarflokkum og markmiðið er alltaf að lyfta sem mestu í hverri grein og það verður samanlögur árangur og sá með hæsta samanlögan árangurum vinnur. Já, og þú verður 3 tilraunir í keppni, eða ekki? Jú, 3 tilraunir til að lyfta sem mestu í hverri grein. Ok, hvernig ok, þú varst að tala að hita upp og þetta, þú veist, fyrir 400 kílóin, en þegar þú ferðin í mót að sko velja, sko, það er fluga hérna í andlitina á mér, sér þú hana? Nei, ok, og ég er með ADHD og ég er aðeins að stregla, sko, ég bara, hún er að bugga mig. Herðu, nei, en þegar þú ert að fara inn í mót og þú ert eitthvað, bara, ok, þú veist, hvernig ert að velja þyngdirnar, þú veist, þarft að sjá hvernig þú ert dagan og undan áður en að, þú veist, hvernig þurfum við að skila inn, þú veist, á einhverju stórmóti, þetta verður upp á þyngdina, þarft að velja alla 3 þyngdirnar strax,
Hvernig Já, gerir þetta? maður byrjar á því að velja svona opnunarþyngd í Ok. hverri grein. Mm. Og það bara mjög misjafnt hvar þú ert að velja hana. En yfirleitt vill maður velja þyngd sem þú ræður þokkalega vel við og getur mætt öllum þeim áskorunum sem að geta komið upp. Já, Af því að þú getur lent á dómara sem hægur eða það er svo margt sem getur haft áhrif bara. ok. Og hann maður vill vera sæmilega öruggur í fyrstu tilraun og svo þyngir maður yfirleitt svona milli tilrauna. En það er svo margt sem spilar inn í þetta og það er svo misjafnt eins og nú helgina, bara nú liðina helgi var ég að þjálfa á byrjandamóti og ég var með 4 keppendur, það voru 5 keppendur á byrjandamótum höfðu lokið námskeiðum kraftliftingaskólans. Ok, geggjað. Það var frábært. Já, Og það er 2 16 ára, bara stíðu sem fyrstu skref, mjög skemmtilegt. En það er, eins og þar eru byrjandur og það eru allt aðra pælingar, þá viltu bara hafa þetta mjög örugt já, og að því það er bara alltaf öðruvísi, eins og þú þekkir, að skila einhverjum árangri á móti eða á æfingu. já. Þetta er tvennt ólíkt, sko. Já, En þannig að þú veist, þú reynir að hafa þá örugalift, eitthvað sem þú ert örugum með en samt sem er nógu þung, þannig að þú veist að þú veist, þú skorar allavega ágætlega, já. en þú veist, hvað svo? Þú veist, ertu svo bara eitthvað, ég er að fara í svona svolítið að bæta við 20 kílóum eða, þú veist, Einmitt, þetta er, segjum bara að ég sé búin að æfa vel fyrir eitthvað mót og ég sé búin að fara þyngst fyrir mótið í 200 kílóan hippi. ok, Og ég þegar ég fór í þá lyftu þá var það kannski bara bæting og ég mata þannig að það væri svona bara töluvert þungt en ég ætti eitthvað inni. já, Þá myndi ég byrja að fara á mótið og ég myndi melda opnuna þyngd kannski 185 kíló. já, samt svona nálægt. Já. Ok. 185 kíló, ef það gengur vel kannski 202,5 í annari, Mm. það er allt í lagi, þetta er svona og stefna svo 215 í þriðju. Það væri bara svona Ok, ágætt. ok, En það er svo margt sem spilar inn í þetta. Þú vilt ná þetta bætingum á móti, þú vilt ná þínu besta og þú vilt líka ekki æfa of þungt í aðdraganda móts, vera búin að taka allt þetta fína úr þér Nei. fyrir mótið. einmitt. Þannig að aðalega kannski bara að þú náir að skila sem bestu móti fyrir þig, þú veist. En er ekki tvennt ólíkt að vera, þú veist, að fara inn í mót og ég er bara keppandi og ég er einhvers þar í miðjumóðinu, Já, þú veist, þá myndi ég halda, sérðu ekki flugina? jú, ég sá hana núna. Já, ok, þá myndi ég halda að þú væri bara eitthvað, herri, ég ætla að bæta mig. Já, Þá ertu vendalega að hugsa um það. En svo þegar þú varst komin í stöðun eins og þú veist bara Já. farin, þú veist, bara ég er möguleik á palli, já, það eru örugglega allt öðru sér pælingar þar. Já. Því þá, þú veist, þess vegna er ég að spá, sko, þú veist, þú tekur fyrstu þyngdina, ertu svo að skoða hvað hinir eru að gera og svo bara eitthvað, nei, ok, ég ætla að hafa 1 kíló lengur en hann eða, þú veist, meira en hann eða, svona, hvernig svona stillir þessu upp? já, algjörlega. Þetta er alveg rétt, þetta gjörbreytist. Já, Og einhverjum tímabúndi einmitt er markmið nummer 1 að bæta sig eða eitthvað, en þegar þú ert komið lengra eins og hjá mér, þá var markmið nummer 1 bara að hugsa samanlega árangurinn og upp á keppnina. já, Og ég þetta vissi það sirka að því ég var alltaf svo hlutfallslega mjög góður í réttstöðuliftu já, að ég átti alltaf svolítið svona ás í ermi í lokkeppninar. já, það er þriðja greinin. Já. Og á meðan þeir sem ég var að keppa við voru kannski miklu betri í hnébeygju Já. og backpressu jafnvel, eða svipaðir í backpressu en miklu betri í hnébeygju, Já, byrjuðu þeir mjög hátt, Já. en ég átti alltaf svolítið tromp í lokin. Já. Þannig mitt svona plan var alltaf að bara ná eins mestu úr mér í hnébeygju og skilja við hana, en ég gat eiginlega ekkert almennilega að fara að hugsa út í keppnina þá, hann var ekki fyrir en kannski nærdur á minni grein já. að ég átti þessi stóru stökk inni. Heldur að það sé betra, þú veist, heldur að þú hafi verið í betri stöðu út af því að loka greinin var þín sterkasta grein? Já, miklu betri. Að það ekki? Jó, ég held að, alveg klárlega. Þetta er svona eins og, þú veist, að bara ég er sterk á endaspretnum, skilur, þú veist, það er bara fæn. Já, Já, ok. En þú veist, þetta er svo eins og að þú byrjar í hnébeygju, já. svo fyrir backpressu og svo réttstöðuliftu. Ef að réttstöðuliftan er besta, hvað er næst besta hjá þér? Backpressan, hún var það sko. Já, Já. ok. Hnébein hún var náttúrulega bara mjög fín og en svona síst með við hinna keppinautana. Já.
og þetta er eiginlega, þetta eru 3 greinar og það er enginn sem er góður í öllum. Nei. En þessi bestu eru með 2 greinar góðar. Já. Og eins og á þessum mótum, það er náttúrulega númer 1 að fá gildari lyftur, en sérstakt og það er í þessu, þannig að maður sé komið þetta langt og maður er alltaf að berjast að fá bara gildari lyftur, en ef þú ætlar að eiga gott mót, þá þarf þetta að eiga 6 gildari lyftur, 6-7, þú veist. Og ef þú færð meira þá er það bara eitthvað stórkostlegt mót og það gerist ekkit oft í þessum kraftliftingum sem ég var keppt í. Nei. En 3-4 þá er þetta bara allt í lagi, þá er þetta bara hann með sko. Já. Þú veist. Ok, en þú veist, þú tekur uppbrástingdina þína og þú 2 eftir, hvað gerur á milli? Ertu eitthvað að pumpa eða ertu bara alveg bara slagur? Já, bara alveg slagur. Og á þessum stóru mótum og líður þetta mjög hratt og þú hefur bara rétt tíma til að taka hnéfafningana og setjast niður og svo byrjað að vefja það hnéðan aftur. Ok, þú keppir með búnaði. Já. Ég fletti upp hvað þú átt með búnaði og án búnaðar og svo tók ég mismunin. Ég ætla að segja í búnaði því það er svona þitt aðal. Já. Þá er það 415 kíló í hnébeygju. Svo hlæ ég því mér þetta svo styrla þyngdir 332,5 kíló í backpressu og 409 kíló í réttstöðulyfti. Og svo tók ég hérna ánbúnaðar 330 í hnébeygju, 210 í backpressu, 372 í réttstöðulyfti. En ég tók mismunin á þessu. Og þá er mismunin í hnébeyginu 85 kíló, í backpressu 122,5 kíló, en í réttstöðulyftinni bara 36,5. Mér finnst það alveg magnað. Já, þessi búnaður gefur langt minnst í réttstöðunni. Já, einmitt. Já, en svo kannski líka skekkja í er svo að þegar ég byrja í kraftliftingum, þá eru bara kraftliftingar. Það er ekkert með búnaði án, það voru bara allir með búnaði. Já. Og kraftliftingar þróuðust með þeim hætti frá bara hér á Íslandu 8. áratugnum mætti eitt svona forsprakki í svona mætti í svona afkliftum gallabuxum sem var svona eitthvað svona vegvísir á leiðin í hennar búnað. Bara voru menn farin að leita meiri stuðning og við mjaðmir og svo voru þessir fyrstu hnéfafningarnir voru bara eins og sárabindi og voru bara aðeins til að halda við og gáfu miklu minna hjálpuðu miklu minna en hnéhlífar gerir í dag. En svo þróast þetta áfram og kannski í lokin er þessi búnaður farin að hjálpa bara töluvert og sérstaklega í backpressu. Og þá kemur allt í svona skref tilbaka í klassískar og sem verða þá án útbúnaðar. Já, ok. En ég æfði í raun alltaf bara án útbúnaðar og fór svo í hennar búnað en ég tók aldrei fulla æfingu uppkeppslu fyrir þessi klassísku mót. Þannig kannski mín skoðun var svo að ég tók aldrei þess að toppa án búnaðar. Þannig að ég hef átt tölvört meira inni. Þá hefði munurinn verið ennþá minni. Já. Það er magnað. Herðu, en hérna, mér langar að fara svona bara yfir, þegar ég er alltaf að reyna að læra. Mér langar að reyna að fara yfir smá yfir greinarnar, þú veist, og það er hnébeygja og ég er alveg bara svona, það er að hugsa, þú veist, ég hugsaði hvaða vöðvar eru helst með þessi í lyftunum, sko, og þá er það, þú veist, rassveðar í hnébeygju, framan á lærin og svo hamstringin virðist vera, samkvæmt Google. Já. En hvað er svona, hvað er bara, þú veist, triksi við hnébeygjuna? Já, sko hnébeygja og réttstöðulyfta og allar þessar greinar það sem það er eiga sameiginlegt þetta eru stórar æfingar sem kannin kallar svona compound, taka á mörgum vöðvum og vöðvahópum og hnébeygjan, tekur fyrst og fremst á fótum en þú tekur á öllum líkamann. Já, þú þarft sterkan kor og allt sko. Já, og það er kannski aðalatriðið sem mér finnst og ég kenni er öndunin því að við erum alltaf að berjast við það, stöngin er á bakinu og við erum alltaf að tengja saman efri og neðri líkama og þar er þessi veiki hlekkur og þar missuðu kraftin út og líka bara í daglegu lífi þegar fólk er að lyfta einhverju upp og maður finnur alveg munin eða þú fyllir lungun á loftið og spennir kviðin og heldur loftin inni meðan þú lyftir upp eða
eða blæst út, það er rosalega munur Já. og sama í hnébögin og réttstöðunni. Ok, þannig að þegar þú ert að fara niður, ertu þá, þú byrjar að halda andanum, fer undir stengina og svo fyrir niður, þá ertu að halda. Já. Og svo ertu svona að sleppa þegar þú ert að fara upp, þá er svona... Já, og ég er raun tala fyrir því að fólk ímyndi sér bara hreinlega að standi í sundlaug og vatni nái svona sirka upp á brjóskassa og þú ert með stöngin á bakinu, fyllir lungun á lofti, spenni kviðin og heldur loftinu alveg inni þá þú ert komin aftur upp. Vá, ok, þetta er þetta mjög góð lýsing. Já. En hérna, hvað ætla ég að segja, hérna fótastaða og eitthvað svona, þú veist, það er misjafnt eftir fólki? Já, það er misjafnt og sko rétt tækni getur litið mjög ólíkt út á milli einstaklinga, af því við erum byggð, við erum ólíkt byggð, það getur gjörbreytt hnébögin hvort ert með langan lærilegg eða stuttan lærilegg eða bakið langt eða stutt eða hvernig sem það er. Já. Og þetta getur skipt miklu máli og þess vegna skiptir svo miklu máli að auðvitað það er engin ein leið, það eru margar leiðir af sama marki. Já, algjörlega. Og sníða sér stakk eftir vexti. Sko auðvitað kennir maður einhvern bara grunn þumalputta reglur en það eru svona breytilegar. Já, eftir bara líkamssamsetningu og svona. Já. En þú veist, ok, þannig að ef ég er bara einhver íþróttakona og ég vil bæta mig í hnébögið, þú veist, hvað var svona fyrsta kannski sem að ég ætti að huga að? Í hnéböginni? Já. Sko, æfan oftar og álagsstýring og ég er bara frekar hlindur því að æfa aðeins léttar en of þungt af því þú ert bara fljótari að ná endurheimt og getur æft oftar og meira og þá býrðu til svona jákvæðara trendi eitthvað svona lokamark. Já. Æfa oftar, hugsa öndununa og spennuna. Sko fótafstaða skiptir máli og það er líka það sem við erum að hugsa í svona þessari biomekanik er að við séum ekki að tapa krafti einhvers staðar á leiðinni. Já. Það er svona, já. En hvað áttu að fara langt niður? Sko í kraftliftingum erum við að miða við að efsti hluti mjaðmarinnar fari niður fyrir hné. Þannig við séum að brjóta þessa 90 gráður. Já, hann er að sína í kamerunni. En ok, en þú veist... En að því sagðu þá er það líka bara misjafnt og það þarf ekkert að henda öllum. Nei. Og það er ekkert endilega allir að fara að keppa. Ég mæli samt með því að fara frekar dýpra því þá ertu bara að þjálfa allan hreyfiferilinn og þú ert að vilt geta unnið þú veist í þinni íþrótti eða þínu lífi líka í neðri stöðu af því þar sem þú ert óþjálfuð þar meiðistu. En ok, og þú varst að tala eitthvað sem eru með lengri lærilegg og svona eitthvað. Ef þú myndir horfa á bara kraftliftingamannin, þú veist, bara ég ætla að veða þennan, horfir þú á, þú veist, viltu hann sé væntanlega ekki með of langa leggi frá hné upp í mjöðum út af því þá þarfst að fara með þungan svo langt niður fyrir hnéð. Já, en þetta er líka máli með þetta er að svo hendar það kannski bara mjög vel í réttstöðuliftuna. Já, einmitt. Og það er, þú veist, við erum með keppnisfólk sem er allavegana og sumir eru mjög góður í hnébög og backpressu en eru með stuttan handleggi og stuttan lærilegg og þurfa að lifta rosalega langt í réttstöðuliftunni og ná illa í stöngina. Svo ertu kannski gott í backpressunni þá? Já, mjög góður í backpressu fyrir vikið en svo ertu með þá sem eru með langa handleggi og eru rosalega góður í réttstöðuliftunni en mun síður í backpressunum fyrir vikið. Ok, þannig ef ég er með stuttahandleggi það henda mér vel í backpressu en væntanlega erfiðara fyrir mig í deadliftinu, í réttstöðuliftinu. Ok, hefur engin áhrif náttúrulega á hnébögina. Ef ég er með langa fætur þá hendar það mér vel í getur hendað vel í réttstöðu en síður í samt að lifta þig hærra. Já, en það fylgir þessu oft svona eitthvað annað átak og oft eru langir handleggi með Já, einmitt. Já, þá þarf þetta kannski ekki að fara eins langt. Já. Ok, ég hafði ekki alveg spáðið þessu.
En þannig að þeir sem eru með langa hendur og eru bara eitthvað, herri, ég skil ekki okkur, þú veist, þessi gæi hérna, Lilli hérna er að, þú veist, bekkja meira en ég, en þá er það kannski bara því að þú ert með svo langar hendur. Já, það er bara oft hannig. Þú ert bara, hann er verð í það. Já, já. Þannig að allir sem eru með stuttahendur ætti að geta verið, nei, ég vera góði í þessu. En hérna, ok, svo kemur backpressan, það er mitt brjóst, axlir, trís talað en hérna, þú veist, þetta er ekkit, það sem þið keppið í er ekkit eins og við erum að gera í ræktinni, því að þið eru eitthvað með fætunar hælana í gólfinu og svo megið þið lifta eitthvað svakalega upp, eða ekki, þú veist, fetta bakið. Jú, og backpressan sem ég kenni er þessi keppnis backpressa. Já. Og ég segi oft eins og kúluvarpari kastar ekki bara með hendinni. Nei. Þá viljum við nota allan líkamann í backpressinu líka. Við viljum ekki bara lifta með höndunum. Við viljum ná fótunum undir okkur. Að því númer 1 þá verðum við stöðugri á bekknum og þá töpum við hvergi orku út úr liftunni. Nei. Við að reyna að halda jafnvægi eða vera ekki með gott undirlag. Við viljum ná fótunum undir okkur, við viljum standa svolítið í herðablöðin. Þannig og setja þungan í þau. Já, og við klemmum herðablöðin saman og niður til þess að ná bakjunu inn í liftuna og vera stöðugri. Við höldum víðar og náum þannig að nota miklu fleiri vöðva og vera stöðugri í þessari liftu. Ok, ef ég vil bæta mig í backpressu og þú veist, því að auðvitað eru þið ekki bara að gera þessar æfingar, þið hljóta að vera að gera aðra svona, eins og ég kallaði tiltæktar æfingar með, sko, til þess að styðja við þetta. Hvaða æfingar ert? Ef þú ert á herðablöðun, þá ert væntanlega að gera svolítið róður og hvað ert að gera meira? Algjörlega, og það er í kraftliftingum alltaf að tala um aukaæfingar, það eru aðal og auka, er svolítið þarna stefnan, en auðvitað eru þetta ekki síðri æfingar, þetta eru bara mjög góðar æfingar. Og lykilatriðið er að þú þjálfir allan líkamann því að keðja verður aldrei sterkari en veikasti hlekkurinn og það er alveg í þessu líka í backpressinu og liggjum við og ítum og þá verður við líka að styrkja bakið á móti og beygja okkur fram og toga og í hnébeinu eru að íta, í réttstöðinu eru að toga, við erum að pressa upp í axlapressu og toga okkur í upphífingum eða niðurtogi. Þannig við erum alltaf að æfa alla hreyfi ferla líkamans. Þannig að því sko vöðva misræmi og þetta verður alltaf einhvað styrk misræmi en það er samt ein af svona eina orsökum meiðsla oft á tíðum út af miklu misræmi. Já. Ok, ef þú ættir að velja 3 eða 4 aukaæfingar með backpressu sem við ættum að gera. Já, sko backpressan tekur á brjóstvöðum, öxlum og þríhöfða og það eru auðvitað vöðvar sem þú vilt æfa og ég finna backpressa og ég tala mikið fyrir backpressu með þröngugripi, þá meiri áherslu á þríhöfða og axlir en róður og upphífingar líka upp á sért að toga og styrkja bakið á móti. Hvað tekur í upphífingu? Hvað er metið þitt? Sko metið mitt er þegar ég var 180 kíló og tók 2 en í dag teki ég bara eitthvað 5-8 eða eitthvað. Ég man sko þegar ég var bara í mínu besta formi og áriðsýðukona, ég er að æfa upp í hress og ég horfi á einhverja stelpur og þær eru bara að taka svolítið upphífingum og ég sagði bara, þetta er ekki svona erfitt og ég sagði, ég ætla að prófa, viltu giska hvað ég gæti gert? Nei. 2. Já. Og ég fekk smá áfall, því ég gæti, þú veist, lift 100 kílóum í öllu bara easy, sko. Svo var ég bara eitthvað, herri, ég get ekki lift sjálfri mér upp, sko. Þannig að ég fekk þetta á heilan í smá stund því ég bara eitthvað, ég skal og eitthvað, en ég myndi segja, ok, þetta hefur þyngd og allt þetta og styrkur áhrif, en þetta er líka bara svona svo arbur, þú verður ekkert góður í því nema þú æfir það. Nei, en eins og þessi axlameiðsl, þetta er oft og þetta er mjög algengt í handbolta og öllum svona kastgreinum og eitthvað að það er alltaf verið að íta en ekki verið að toga nógu mikið á móti og þannig að oft er það vöðvamisræmi en ég er alveg sammála með upphýfingarna og ég er svo sem bara býja því að vera mjög góður í réttstöðu og toga þannig að minn styrkur liggur þar En aukaæfingar fyrir hnébeygju? Sko hnébeygja en þetta er líka sko hnébeygja mjög góð, beygja meira stiff leg deadlift eða Romanian deadlift mjög góð fyrir aftaranlæri og rass ég nota hana mikið
split squat, Bulgarian split squat, frábæra æfingar og ég mæli með þessum, það er það sem ég geri. En það var líka svo breyting á kraftliftingum og þjálfunarfræði í kraftliftingum fyrir eitthvað 15 árum og kom, 20 árum og kom svolítið frá hérna, að æfa greinarnar, það var svo mikið svona bodybuilding áhrif inn í kraftliftingar, þessi menn voru alltaf að æfa einangrandi æfingar sem tóku á færri vöðvahópum og styrkja vöðvahópana til þess að koma sterkar inn í greinarnar. En svo var það svo breyting á og í dag þetta miklu algengur og æfir greinarnar bara sem greinar og oftar í viku og kraftliftingamenn í dag æfa kannski hnébegjur 3-5 sinnum í viku og backpressu líka 3-5 sinnum í viku, rétt stöðluftu 2-3 og meðan kannski fyrir hérna, 20 eitthvað árum var backpressa tekin 2 í viku og hnébeygja 1 sinni og rétt stöðlufta 1 sinni. Já, ok. Þannig að það eru orðið mikið breyting þarna. Já, en ok, ég var svona smá hissa hvað þið tekið þá eins og hnébeygin oft í viku. En ertu þá, þú veist, eru þið þá að taka hnébeygj og kannski ertu með eitthvað svona, í dag er hnébeygj dagur og þú tekur hnébeygj og svo tekur einhverja aukaæfingar líka að þessu, eða er þetta mixa efri og neðri eða? Já, mixa efri og neðri og þetta er bara, þú ert að æfa allan líkamann sem eina heild og æfa þetta sem keppnisgreinar og æfa oft í viku en þá er þetta lykillinn að þetta sé álagsstýrt og þú ert að reikna með þarna jafnvel í heildar þarna lyftum tonnum á viku yfir 70% eða einhverstað þarna. Þú ert að hugsa þess að 2 ása, volume og intensity og það breytist bæði innan vikunar og innan æfinga tímabilsins og allra uppkirtlunar. Hann er að nota alls konar svona kvarða í þessu. Þetta er list sko að þjálfa fólki svona, þú veist, í svona einstaklingsíþróttum og að ná að stilla þessu upp þannig að þú ert að toppa á réttum tíma sko. Að hérna það er bara alls ekki sjálfgefið, ég myndi ekki þá frjálsunum sko, að maður, þú veist, var svona alltaf að reyna að hérna minnka álagið en þú veist, eins og ég var að útskýra fyrir krökkum sem ég er að þjálfa hérna frjálsar í dag, þú veist, þau voru alveg með stuttakvildi, getum við fengið lengri kvildir og hlaupir hraðar og ég bara, við erum ekki komin á það tímabil, nú erum við bara í hans meira magni, með styttir kvildir og svo fyrir magni niður, kvildirna fara upp og hraðin verður meiri, þú veist, eitthvað svona, maður svona alltaf reyna að stilla þessu upp, sko en það, mér finnst ekki allir úr hópi þróttum, þeir skilja ekki þessa list allir, og kalla þetta Mér er svolítið gott að mynda að kalla þetta list því að þetta er ótt svo mikið vísindi en svo þarf líka bara svona list í þetta, en að sníði þetta algjörlega og við erum öll ólík, sko veist, en eins og, þú veist, þegar þú ert að fara að keppa og kannski segjum sért að keppa seinnipartin eða eitthvað, þú veist, hvað gerðirðu á morgnana? Varstu með eitthvað svona einhverja rútínu, fórstu eitthvað í klefan eða? Þegar ég var að keppa? Ég var með alls konar reglur, ég var með rosa mikið reglum í kringum allt hjá mér, bara allt mögulegt. Eitthvað sem þið finnst bara hlægilegt núna eða meika þetta bara segist? Já, margt sko. Og allt í þessu svona, þessum hugsunum delayed gratification og svona sjá fyrir sér og gera eftir einhverju ákveðinu af því það væri rétta leiðin og svona. Ég bara, ég hvíldi, ég meina, að því sem íþróttamaður er ofta erfiðast að það maður gerir er bara hvíla. Af því þú vilt alltaf æfa því það er það sem er skemmtilegt og þar sérðu svo beintengingu við árangur en svo er svo erfitt að hvíla og ég sé það á öllu íþróttafólkinu mér að þjálfa, mjög erfitt fyrir það að hvíla. Þér líður eins og þú sért ekki að gera allt, en þetta er samt bara eitt af mikilvægt sem þú þarft að gera, sko. Einmitt. Já, þetta er nefnilega alveg magna. Herðu, en hérna á einmitt mótunum er svona mind games á milli þessar toppa, eru þið eitthvað neginn svona, eða eru allir bara jolly eða, þú veist, eða Já, flestir eru nú vinalegir og bara félagar sérstaklega fólk er komið langt og það eru bara það er allir búin að leggja allt á sig og ég man, mér fannst svo merkilegt þegar ég keppti á mínu fyrsta svona stórmóti í fullorðinsflokki og ég var búin að horfa á þessu nöfn keppa lengi
og svo var allt í einu komin, búin að vikta mig og voru komin inn í upphitunarherbyggi og ég horfði svona yfir og allt í einu rann það upp fyrir mér að allir inn í þessu herbyggi voru rosalega stressaðir. Veist, það var ekki bara ég sem var komin að var stressaður, það voru bara allir rosalega stressaðir. Já. Og þannig að maður heldur alltaf að maður sé bara einn eitthvað, en það eru bara allir að gangi gegnum það sama. Algjörlega. En eins og meiðsli, varst þú einhverju meiðslabaráttu? Já, töluverðri. Nei, það er ofsögum sagt. Okay. Ég var mjög heppinn og meiddist lítið og mjög lítið alvarlegt. Ég var alltaf að eiga við svona tognanir í brjóstvöðum, tognaði bara 2-3 ára ári í báðum brjóstvöðunum og hafa svona kannski stóð mér helst fyrir þrifum í backpressunni. En heilt yfir var ég þetta mjög heppinn og lánsamur með það. En varandi svona hugarleiki þá þetta kemur alltaf mest fram í réttstöðulyftunni, loka greininni og þá eru menna og þar getur við farið að breyta og þá verður þetta oft svolítil skák, menn eru að hækka og lækka og stundum hækka mjög mikið til að plata og lækka svo rétt fyrir lyftuna. Nei. Og það verður alls konar svona leikir þar. Vá, ég myndi elska þetta. En vá, þetta komur óvart. En ekkert eitthvað svona ákveðin tími, þú máttu ekki breyta eftir eitthvað X eða máttu bara vera bara alveg? Já, sko í réttstöðunni hefur 2 breytingar tilraunir og þú meldar inn þyngd eftir aðra tilraun og svo máttu breyta henni 2 og það má ekki breyta henni eftir að það búið að segja stöngin er klár. Eða sem sagt það búið að hlaða á stöngina með þinni þyngd, þá má ekki breyta. En þú hefur alveg tíman alveg fram að því sem getur verið mjög mikill. Ok, þannig að þið eru, ég sá þetta aðeins fyrir mér öðru því ég sá fyrir mér að eins og við gerum í ræktinni, að þá erum við þá erum við alltaf að hækka svona gradually. Ég sá fyrir mér að þú bara, nú er þyngdin þín komin nú þú að gera, en þið eru bara nöfnin í röð. Ég sá þetta alltaf hins veginn fyrir mér. Þannig að nú er bara nöfnin í röð og það er bara tekið af og sett á náttúrulega auðvitað. Já, en sko það er alltaf hækkandi stöng, það er alveg rétt. Hækkandi stöng innan umferðar og þú mátt aldrei lækka meira en lyftan á undan þér. Nei. En þú mátt hækka náttúrulega eins og þú vilt og alveg niður að þeirri lyftu. Þannig að það eru ákveðna skorður settar en þetta verður oft mikil skákarna. Fílaður það eða var þetta erfitt? Já, ég fílaði það, það er mjög skemmtilegt. Og ég líka því mín grein var réttstöðulyftan, þannig ég átti alltaf mikið svigrúm til þess að leika mér þannig að hún var geturlega séð með við hinna. En er skákin ekki í hinnu? Nei, ekki eins mikið. Það eru hún mátti ekki breyta hnébeginni og minni bara ekki heldur backpressunni. Þannig að þetta er bara aðal í réttstöðunni, þá er bara komin lokin og þá eru menna að keppast kílóin og grömmin og sætin og þá er þetta líka þetta er svo mikla tölur og þetta leggja saman og draga frá alveg stanslaust þarna og þetta er auðvitað orðin bara nokkuð góður búnaður í dag þegar maður reiknar þetta út en það er sama, þú þarft að vera að reikna og menn voru með vasareikna alveg og ekki iPhone-ar kannski fyrstu sinn Herðu, en sko þegar þú ert þarna á toppinum 2018, 19 og 20 þá ert að keppi plus 120 Já. Og þú ert hvað þungur? Ég var 180 kíló þyngstur. Ok, og þú veist, bara best að vera sem þyngstur? Það líka bara misjafnt á milli þess hvernig maður er vaxinn að því sumir almennt það eftir því sem maður er þyngri því erfiðari verður réttstöðulyftan því þá er hendurnar orðnar sverar og puttarnir og menn fara að eiga við erfiða greip og líka kannski kviðurinn orðin mikill, hann er erfitt að ná í stöngina eða skilur, hann er alltaf að finna meðalvegin að því svo líka kemur það inn í að bara að massi hreyfir massa og þú finnur alveg svona jákvæð áhrif þess að þyngjast þegar þú ert að lyfta og því þyngri sem verður því sterkari getur orðið en ekki það kannski stóraða hamliðir þannig að þetta er mjög misjafnt einstaklinga og svo líka bara það að borða mikið er mjög jákvætt fyrir endurheimt fyrir styrksuppbyggingu og rosa margt þannig að
En það á ekkert við alla, alls Nei. ekki. Hvað ertu hár? Ég er 1,83. 1,83. Ef þú væri, þú veist, myndir vera núna aðeins yngri og væri bara eitthvað, ok, nú er ég að fara, þú veist, að toppa, myndir þú fara aftur í 180 kíló? Það er þetta að segja núna. Já. En ég sé ekki eftir því að vera 180 kíló. Nei. Eða Ég er ekki að minna það, já. Nei, og mér fannst það rosalega gaman, mjög gaman. Já. En ég myndi ekki vilja verða það aftur, Nei. skilur ekki núna. Má ég spyrja, hvað ertu í dag? Má ég spyrja? Ég er 130. Já, vá. Bara heil manneskja. Já. Já, og svo er ég náttúrulega, ég er alveg þungur í dag, sko, en ég upplifði mig svo léttan að ég var svo þungur. Já. Þannig mér finnst bara eins og ég sé þarna bara langhlaupari. Bara, það er upplifunir, já, algjörlega. En núna, út af eftir að þú ert hættur, ertu eitthvað með verk í hnjánum eða ertu eitthvað svona eftir íþrótunar? Já. Hvar? Sko, kannski aðalega hnjám og baki. Já. Aðalega. Já, ég er að tengja, sko. Ég er að taka bólgaðindi út á bakinu þegar ég er aðeins byrja að spretta og ég er með slit í vinstra hnénu og eitthvað svona, sko. Og þetta er samt svona, maður myndi ekki vilja vera svona þegar að upplifin á öllu ferlinum maður náttúrulega bara gegja þér. Já, og svo líka bara til fólk sem átti ekki feril, en er líka með slit í baki og hnjám. Einmitt, er bara algjörlega. Það eru allir einmitt með eitthvað. En ég fór í einhverja svona, mér leiði eins og ég væri komin á einhvern viðhaldsstig núna, ég fór í hnjáaðgerð og komið sér myndatökur með hitt og þetta og... Já. Ég er sko 12 árum eldri en þú. Já. Og ég upplifði mig í mikil viðgerð. Ég var einmitt eitthvað að heyra einnig bara eitthvað, ég getur tekið mig bara aðeins í svona smá yfirhalningu og ég þurfum bara að finna veikleikana mína því ég þarf að fara að styrkja þetta. Ég nenni ekki að vera illt einhver staðar og þú veist, og einhvern veginn eitthvað hamla mér, sko. Þannig að nei. En þetta er það sem er með, auðvitað stundum maður íþróttir til að bæta heilsu sína, en svo koma afreksíþróttir og þá fórnar heilsunum til að bæta árangurinn. Ég veit, það finnst þér ekki magna. Jú. Og líka maður einhvern veginn er bara alveg til í að fara bara all-in, sko. Það er bara, að þú veist, þetta er svona, þetta er alveg magna. Já, þetta er eins og að vera svona hestur með, ég hugsaði þetta þannig þegar ég var að keppa, ég var bara eins og svona veðhlaupahestur og ég var bara með svona skygni og ég sá ekkit annað. Nei, það er bara, þú veist bara leiðin. Fórstu aldrei í ofþjálfun? Nei, ég held ekki. Nei. Ég upplifði það. En ef við förum aðeins í þessi topp ár, þau voru náttúrulega bara sjúk, sko. Og þú veist, þú náttúrulega byrjar væntanlega þá á því að setja einhver Íslandsmet og svo ertu búin að setja Evrópumet og heimsmet. Varst Evrópu og heimsmeistari unglinga og svo náttúrulega íþróttumaður ársins 2019. En 2018 er fyrsta svona stóra árið þitt. Já. Þá þú sagði þetta svo fínt, já. Þá settirðu fyrsta heimsmetið, þú settir Evrópumet, þú náði 3. sæti á HM í samanlegu greinum og fyrsta heimsmetið þá lyftir 405 kíló í réttstöðulyfti. Ok, fyrst, hvenær svona fattaðir bara, þú veist, heyrðu, ég gæti sett heimsmet? Bara mjög snemma. Ég var bara, eins og ég sagði, ég var búin að hugsa um þetta bara í 10 ár áður en ég setti heimsmetið. Hvað var heimsmetið áður en þú... 397,5. Já, er það? Já. Það var ekki búin að fara yfir 400 kíló? Sko, þyngdarflokkun var breytt og gamla heimsmetið var 408,5, sem fór í 409 þannig svo. Já, ég skil þig. En hvernig var, þú veist... En það hafði enginn farið yfir þetta í 15 ár eða 20 ár. En hvernig er tilfinningin eitthvað, þú veist, þannig að þú setur 405 kíló á stengina og þú setur, þetta bara, þú veist, ef ég lyfti þessu þá er ég búin að setja heimsmet og þú veist, veistu bara allan tíman, ég er að fara að taka þetta, þú veist, mann alltaf verður að trúa því, en svo ferðu niður, beigja niður, lyftir upp og hvað, býður eftir einhverju svona go frá dómara eða ekki? Nei, ekki réttstöðunni, þá bara byrjaru. Ok, en þegar þú ert uppi, þarftu þá eitthvað svona... Já, þá er ég býðan til að fæ merki til að skila. Já, bara þú veist, þetta er samtitt lyfta. Já. Hvernig tilfinningin? Og hún var rosaleg, hún var bara
þetta var mjög óraunverulegt, þetta var óraunverulegt þó ég væri búin að sjá þetta svona fyrir mér og náttúrulega sérstaklega aðdraganda mótsins og maður er búin að hugsa þetta lengi og þetta var í Svíþjóð og það var fullu salur af fólki og þarna þulurinn eitthvað þarna koma svo hú og þetta ómaði þetta var mikil stemming og svo bara einhvern veginn rann þetta upp og mér fannst þetta nokkuð auðvelt eða þú veist, skilur, þetta var ekki alveg algjör dauði og svo bara einhvern veginn lítum maður og ég leit aldrei til að horfa á ljósin því það var svona sálfræðatriði, ég vildi ekki gefa dómur um það, ég væri með einhvern vafa um mína lyftur, þannig ég bara fagnaði alltaf eftir mína lyftur og nema þarna þá náttúrulega bara horfði ég á ljósin bara verði ekki örglega Vá, og var allt brjálað hana Já, var allt brjálað, mjög skemmtilegt Jesus. Einmitt en eins og þarna 2018 þá er ég búin að æfa í 10 ár og ég hugsaði svolítið þannig þannig er ég búin að leggja inn 10 ár og úlinga árin mín það voru 2015 var ég heimsmeistari og Evrópumeistari úlinga og eftir það heimsmeistari á móti úlinga var haldið í Prag í Tékklandi og ég var búin að ákveða, ég var í sagnfræði upp í háskóla og ég var búin að ákveða að fara í skiptinám og ég ákveða að fara til Tékklands í skiptinám og tók einu önn þarna og það var í raun, þá fór ég bara út með 2 töskur á HM úlinga og vann og fór svo ekkert heim skráði minna á einhverjum bátamótel á Dóná bara svona bátur var gististaður og framlengdi alltaf bara 1 nótt í einu meðan ég labbaði borgina að leita mér íbúð fyrir sem sagt haustið og fann svo íbúð og það var eiginlega aðalmálið það var að ég væri að æfa með einhverju sterkari og það var markmiðið og þess vegna var Tékkland fyrir valinu og ég æfði þarna með einu sem hafði verið að keppa við mig og varð heimsmeistari úlinga árið áður og var komin í fullorðinsflokk hann ég eiginlega bara límdi mig á hann æfði með honum og landsliðsmanni frá Rússlandi sem bjó hana líka og fleirum úr tékkneska landsliðinu og lagði stund á námið og náði öllum áfengum en ég var bara í gimminu og það var eiginlega bara aðal markmiðið mitt þarna að vera bara með þeim og svona sérstaklega eftir áhyggja þá var þetta einhvers á tími þar sem ég bætti mig eitthvað mest því þeir töluðu enga ensku og ég talaði ekki tékknesku og enn síður rússnesku þannig ég varði einhvern veginn bara að æfa og sína mig þannig og ég bætti mig rosalega og ég fekk mér þarna rússneskan þjálfari sem var að þjálfa hinn rússan og hann var svo sem bara í Síberíu sem hann býr þetta var svona fjarsamband í gegnum hinn þarna og ég bara en það var kannski það að mæta bara allt í einu lítill fiskur í stóra tjörn og þurfa bara að sanna mig og æfa og geta ekkert einu svona spjallað æfingum þannig og það er skrítið mjög skrítið en þetta var bæði öll árun undan og þessi tími sem kannski byggði undir svo árangurinn svo náði uppskýrut 2018 til 20 og varst alltaf með þennan þjálfara svo eða Ég var með hann í 2-3 ár og lærði mikið á honum en hann alltaf talaði enga ensku en það var allt svona Google Translate En hver er að þjálfa þig á þessum toppárum? Ég var með hann svo var ég með svona íslenska þjálfara en hjálpuðu mér áður svo fór ég til Rússlands og svo fekk ég ítalskan þjálfara svona í lokin en ég var sjálfur bara mest í minni þjálfun sjálfur og yfir umsjón með henni. Ertu svona að taka svona, þú veist, ég ætla að taka þessi í verkfærakistuna mína bara, ætla ég að taka þetta frá þessum og svona, þú veist, maður er svona bara einmitt alltaf að læra. Klárlega. Og ég var með norskan þjálfara líka. En alveg klárlega og ég lærði mjög mikið af þeim. Og það var mjög skemmtilegt Ég trúi því. Heyrðu, þetta ár, 2018, þá ertu í öðru sæti mitt í íþróttamaður ársins og eftir Söru Björk Gunnars. En svo kemur 2019 og sumarið þá ertu á EM, fær silfur, annars sæti og ertu að lyfta sem sagt samanlagt 1115 kílóum. Út af því að svo ferðu á HM í nóvember. Hvað getur þú toppað oft á svona stórum mótum á ári?
hámarkið 2 svar Já, og jafnvel bara einu sinni finnst Já. mér á ári já, þarna einmitt. en þegar maður að byrja þá getur maður bara toppað mjög reglulega en svo bara verður þetta sjaldnar og þarf alltaf að æfa meira og meira fyrir hvert topp Já. og hann í lokin hann var HM bara aðal mótið mitt Já, og Evrópumótið var samt hálfu ári fyrr bara svona stutt stopp eiginlega svona á leiðinni bara í ferlinu. Já. Hvað planaru langt fram í tíma? Ertu, þú veist, eins og ef þú verður núna en þá keppað eitthvað, værirðu svona komið með drög að 2026 Já. fyrir löngu bara Já. og bara þú veist að þetta eru stóru mótin Já. en hvernig þú veist, kvalifæði maður inn á þessu mót? Sko, í dag er bara hvert landsamband með sín lágmörk Já, ok. Inn á þessi stóru mót Sem er þá hildar. Já, í samanlögu. Já, eru flestar að keppa þá bara eina heima fyrir það eða er fólk náttúrulega líka að fara erlendis og... Já, þetta er búið að þróast mikið, sko. Þarna, sko, og að því breytin er orðin svo miklu meiri. Bara bæði hér og það var engin kraf að ég að keppa á Íslandi. Þarna þegar ég var að keppa, þess að ég keppti ekkit oft endilega hérna á Íslandi. Nei. Og mér fannst líka langt skemmtilegast að keppa úti Sjálfsög samanlega En ok, EM er þetta fyrstu velunin þín? Nei, þú varst í þriðja sett að HM undan árið undan og hérna EM. En ég var líka þannig bara ég vildi bara frekar keppa sjaldnar og setja allt undir og bara annarkvort gengur það upp og ég bara uppsker eða það bara gengur ekki og það bara næsta mót. Ok, ef það gengur ekki, hvernig taklar það? Já, þá leið mér mjög illa bara og var mjög leiður. En þú veist, leiður þið bara að vera leiður í smá tíma og svo bara áfram gakk eða... Já, bara leiði mér að vera leiður. En ég held alltaf áfram bara. En ég var ekki þannig, ég væri með belti og axlabönd í þessu, ég leit frekar á mig, ég tæki bara stóra áhættu til þess að vinna frekar en að vera örugur og lendi í eitthvað. Já. Þannig það var svona mín og ég æfði líka þannig, að ég væri frekar að treysta sjálfum mér og þeirri vinnu sem ég væri búin að gera. Já. Og bara höndla stressið frekar en að vera stanslaust að prófa mig og sjá hvar ég stæði til þess að vita akkurat að ég gæti þetta þennan dag. Já, einmitt. Og það er kannski svona þessi andlegi hluti bara og maður sér svo og ég sá að allir í kefti voru stressaðir og ég sé þetta keppendum í dag að það eru fáir sem verða ekki stressaðir. Maður missir svolítið spennuna ef maður er ekki stressaður líka. Já. Það er svona einhvern veginn, það verður maður, finnst mér allan svolítið flatur bara. Já, og ég var oft mjög stressað og lág oft bara í svona púpu upp á hóteli fyrir þessi mót svona. Og en svo bara einhvern veginn verður maður að þóla það líka bara, það er svona stórt í þessu. Því bara ef þú þólir það og mætir, þá ertu að ná miklu meiri árangri en þeir fjöldamörgu sem þólað ekki og mæta ekki. Það er svo bara að mæta er svo stórt. Já. Finna bara hugrekkið og bara láta það. En ok, þannig að þú ferð þarna á HM í Dubai til það næs, í nóvember. Geggja veður og... En byrjuð það er HM 2 ár í röð? Já, það er hverju ári. Er það hverju ári? Já. Ok, næs. Ok, árið undan þá fékkstu brons, þú fékkst aftur brons. Hvað var markmið þegar þú ferð inn í þetta mót? Markmið var... Það er náttúrulega klárlega pallur sko, ég var að keppa við 2 mjög sterka þarna, Rússa og Bandaríkjaman. Og voru þeir líka á undaðir í báðumótunum? Já, sko 2019 í Dubai, 2018 í Stokkólmi og lendi í í fjórðasæti, en Úkraínumaðurinn vann með nokkrum kílóum fjall á lifuprófi á mótinu, þannig ég fekk svo medalíuna bara í posti heim. Þú líka svo leiðis, þannig að alveg hægt að gera þetta almennilega. Okay. Ég lendi nokkru sinnum í því sko. Ég vil eitthvað með Rússa en líka Úkraínum. Er stranga lífeyreglur? Já. Þetta er náttúrulega nú þetta komið innan IC og Ólympíuleikana og allt þetta. Og bara
alla tíð sko, það var bara kraft var ekki innan ISI hérna á Íslandi Nei, en allir keppendur þurftu að standast lyfjapróf úti af því IPF, alþjóðasambandi hefur alltaf verið innan já. þessara Er mikið af lyfjamótkun í það er ekki gott að segja, það er allavega ég meina, maður verður samt að hugsa að það sé jákvætt þegar menn falla, af því það þýðir að það er eitthvað eftirlit, það er verið að fylgjast með þessu einmitt. ég fór 7, 8, 9 sinnum í próf á hverju ári Einmitt. þú veist, og Þá erlendis eða varstu sendur í próf hérna heima líka? bæði, Já. bara var á leiðin í leikhús og bara stoppaður og próf eða í vinnunni eða bara hvena sem er Einmitt. og alls konar alltaf sögur í kringu það sko, en bara jákvætt maður bara ánægður Já, maður með þessi fagnaði, eftirlit. einmitt, ef að þeir taka mann í lyfjapróf, þá eru þeir vantilega að taka hinna líka sem að Já, því langar kannski að vita eitthvað. Ef að þú værir að þjálfa einhvern óbúslega efnilegan og bara segir eitthvað ógæslega mikið í einhverjum og sá aðalega myndi falla lyfjaprófi, hversu svektur eru þur? ég er mjög söktur ég er það. Já, Það myndi líka koma mér mjög illa, það er náttúrulega mjög mikla reglur varðandi þjálfara já, og svona, þannig að já bara gleymi hugmyndinni. já, en það er líka bara ef þú ert og ætlar að keppa í kraftlyftingum þá eru þetta bara reglunar Já, og ef þú vilt ekki fara eftir þeim þá verður þú bara Finna- að því kraftlyftingar í víða heiminn eru þannig að eins og kannski box og svona að það eru til sambönd sem eru bara samanstanda af fólki en vill ekki standast lyfjapróf Já. og eða aflurunir eða eitthvað slíkt og þá getur þú bara farið í það en ef þú ætlar að keppa innan íþróttarhefingarinnar þá eru þetta reglunar. Þá eru þetta reglunar, já. Hvaða fæðubótarefni varst að taka svona á þessum tíma? Ég var yfirleitt bara mjög latur í því sko. Já. Ég var það en mér langar að segja kreatín en ég glemdi því yfirleitt en ég tók eiginlega ekki neitt sko. Nei. Og borðaði bara mikinn mat. Mikið mat. En segðu mig frá HM í Dubai og fær bronsverðlaun í samanlögu. Þar var engin dæmdur leikarn undan þú bara náður þessu strax. Já. Og einmitt bætir heimsmetið þitt í réttstöðulyftu 0,5 kíló. Langaði ekkert að fara bara í meira en það eða varstu bara eitthvað? Ég fór í meira, ég fór í þriðjulyftu í 420,5 og fór með það bara langleiðina upp en hafði ekki náðu ekki að klára það 405,5, tókstu það þá í annari lyftinu? Já. Ok, þannig að þú tekur fyrst svona einhverja örga, hvað var það fyrsta? 360 sannlega. Ok, þetta er svo styrlað þingti. Ok, 360 til 2, bara ég ætla að setja heimsmet. Já. Og svo ætla ég að vera bara legendary og reyna við þetta. Já, það var bara þannig. All or nothing, skilur við. Það var það langt í þá 2 efstu, Bandaríkjamanninn og Rússan að ég hefði þurft að vara miklu herra til að ná öðru sæti. Já, þannig að þú gast bara svona aðeins setja eitthvað standard þarna. Já. Og aftur, þú veist, tilfinningin með þetta heimsmet, þú veist, væntanlega ekki jafngóðu fyrsta það? Jú, nei, hún var alltaf öðruvísi og svona. Annar barn. Já. þú þekkir tilfinninguna. en mjög gaman sko. Mjög gaman. En ég man sko eftir fyrra 2018 þegar ég setti heimsmetið og fekk ég líka bara fína styrki og umfjöllun og ég fekk svona eingreiðslu styrk sem ég var mjög ánægður með. Já, frá hverjum? Frá bæði íþróttafélögum og Ármann stóðu alltaf mjög vel við bakið á mér, glímafélagið Ármann, mitt félag. Örgulega Reykjavíkurborg eða IBR og eitthvað svona líka það ekki? Jó, ég var náttúrulega íþróttakarl Reykjavíkur 5 sinnum. Einmitt, já, mann eftir því. Og en svo voru þetta eiginlega mistök hjá mér að fara í 420,5 í staðan fyrir bara að halda áfram að bæta 0,5 kíló því þá einhvern veginn settist menn svona aftur í stólun og við getum ekki verið að þessu svona styrkja svona mikið fyrir hvert ef þetta er svo bara 20 ár. Fékkstu fyrir hvert heimsmet, fékkstu þá pening? Ekkert opinbert sko en svona já. Fekk svona bara svona jákvæðum fjöllun og þá kannski eru fleiri til í að vera með mann í liði. Hversu mikið skiptið það máli að fá styrki? Rosalegu máli. Og umfjöllun. Já. Þetta helst allt í hendur. Já.
og það gerði mig kleift líka bara að geta stundað þetta. Já, það kosti að helga þig að þessu. Já, og sett mig allan í þetta og mér fannst svo erfitt með styrkja kerfið fyrst sko, því ég þurfti einhvern veginn að eyða pening til þess að fá hann endurgreiddan. Já, mitt. Og en þá þurfti ég samt, þá fannst mér eins og ég þyrfti að fara að vinna sem vinnu til þess að geta eitt peningnum í íþróttina til þess að fá hann svo endurgreiddan. En ég átti kannski ekkert pening til að byrja með sem bara úlingur í íþróttum. Já. Að því mín fyrstu skref voru bara Kraft að stíga sín fyrstu skrefin í ISI, það voða lítið svona starfsemi í gangi og úlinga en mér langaði að keppa Evrópumóti úlinga og ég sendi á Kraft og þau segja bara já, við skulum borga legaprófsgjaldið fyrir þig, það var eitthvað svona gjald sko. Og þá var all ferðin eftir, hann ég talaði við æfingafélagi minn Auðun Jónsson og spurði hvort hann væri nú ekki til í að koma með mér. Já. Og jú, hann var til í það og ég bókaði flug fyrir okkur báða sem að Kraft endurgreiddi mig svo miklu seinna eftir mótið sko. Þegar það kom í ljós að hann var bara góður farastjóri þá var hann titlaði farastjóri og þá fekk ég endurgreitt en þá fór ég bara út í banka og tæmdi framtíðarreikningi minn 18 ára og bókaði flug á Evrópumóti í kraftliftingum. Já, meinar en þú veist, hótel og þetta þurftið þú bara gera þetta sjálfur? Já, þannig að einu sinni byrjaði þetta svona. Já. Sæl, herri, 2020 þá svona aðalfréttir sem ég fann þá var bætti eigið heimsmet í réttstöðulyftu og þar fórstu 409 kíló. Já, og Íslandsmótinu í réttstöðulyftu. Já. Hvað Þannig eru þetta komin inn í COVID-tíman. Þannig er þetta svona að byrja svolítið. Já. Ok, og að setja á heimavelli. Já, mjög skemmtilegt. Okay. Já, þetta var mjög skemmtilegt. En þetta var svo eitthvað glataði tími samt. Já, það var glataði tími. Og ég var í mínu allra besta formi, 180 kíló, en ég mátti ekki æfa. Nei. Og ég var alltaf komin niður í kjallara hjá mér, í litla kompu sem ég var með þar. Og ég tók 360 kíló, 2 endurtekningar í kompunum minni í kjallara í réttstöðu. Já. Sem bara hefur verið nóg til að vinna öllu réttstöðulyftumót á Íslandi síðan ég byrjaði og ég mátti ekki keppa og maður mátti ekki æfa og þetta var svo skrítið en ég alltaf í 180 kíló í minn besta formi þannig það var líka svolítið svona kannski punkturinn hjá mér að breytti svo margt þarna að því að mjög erfitt að vera 180 kíló og maður kannski bara góður í því þegar maður svona þungur að lifta og mega svo ekki lifta þá var maður bara þungur En svo sko, þú hætti hvað, 2022? Já. Það ég sé þú veist, ekki búin að keppa síðan 2022 sem var World Games. Já. World Games svona stærsta mótið okkar í kraftliftingum. Já. Þetta boðsmót, þetta svona okkar ólympíuleikar. Haldið á 4 ára fresti og það 4 keppnisflokkar, kallamegin og 4 kvennamegin. Og 10 hverjum flokki allan heimi. Já, ok. Og ég keppti þarna 2 í seinnaskipti 2022 og það var þetta í Birmingham, Alabama sem var gjörsamlega klikkað sko. Já, næs, ég fer þangað. Já, ok. Mér fyndi, já. En ég svo sem ekkert mikið í svona yfirlýsingum og var aldrei með svona einhverjum póstum það að ég væri hættur eða þannig og þannig það á bara eftir að koma betur í ljós. Þannig að þú ert kannski ekkert hættur. Já. Getum satt þessi pása. Já. Eða get ég skrifa að þú sett hættur? Mér fannst mjög frelsandi til þess að svara þessu ekki að geta farið að hugsa um eitthvað annað líka. Já. Að því eins og skemmtilegt þetta og gaman að vera íþróttamaður, þá var ég náttúrulega komin í COVID-tíman, ég eignast 2 börn í COVID-inu og þá náttúrulega gjörbreytir ýmsu hjá manni og vera bara fyrir vinna og fyrir mynd og allt þetta en mér fannst mér frelsandi að þurfa ekki að borða eftir klukkunni og geta borða bara það sem ég vil og þegar ég vil og
og þegar maður er íþróttamaður þá eyðir maður og ver miklum tíma í æfingar, en hjá mér fannst mér langmesti tíminn fara í að undirbúa mig fyrir æfingu, matinn, undirbúa mig eftir æfingu, gera hann upp svolítið og alla þessa skipulagningu. Já. Tengir við þetta? Þetta er alltaf í hausnum. Já, þetta er það sko. Og maður er íþróttamaður ekki bara 4 tíma á dag eða eitthvað, heldur 24 tíma á dag. Já, þetta er bara vinna. Já. Þetta er bara vinna og allt annað sem maður gerir. Já. En ok, mataræði, þú veist, hvað heldur þú hafi verið að borða margar hitaeiningar á dag? Svona 4.000 til 5.000 hitaeiningar. Hvernig var morgunmatur hér? Ég borðaði 6 til 8 egg, en sko uppistaðan var bara matur, bara Pjúrumatur. Já, bara próteingjafar, egg, kjöt, fiskur, kolvetnagjafar og ég hugsaði bara mat þannig, þú veist, í þessu. Enda þegar ég hætti svo, ég léttist 50 kíló bara á nokkrum mánuðum liggur við eftir ég hætti að spája keppa svona. Já. Bara því ég fór bara að borða þegar mér langaði til þess. Sko. Það var ekki bara á klukkunni til að halda styrk. Já. Ok, en svona, þú veist, recovery. Hvað gerðirðu svona sem recovery? Ég náttúrulega sótti nudd. Ég fór í nudd einu sinni viku í 11 ár. Já. Og rúllaði eins og maður gerði. Sótti sundlaugarnar mikið, heita á kaldapotta, meðan það er mjög gott. Já, varstu eitthvað lengi í þeim eða? Ég tók oft svona 3 til 5 umferðir að eitthvað 2 til 3 mínútum. Ok. Það var svona það var svona kannski að helsta en svo líka bara matur sko, bara sem endurheimt. Já. Í þessu. Og svefn eða? Já, og svefn. Það er leiðilegsta sem ég geri. Sofa? Já. En maður finnur þetta, það skiptir máli. Já. Heyrðu, svo fann ég finna eitthvað grein við, ertu líftryggður í dag? Nei. Færðu ekki ennþá líftryggingar? Ég hef ekki sóst eftir því eftir þetta líftryggingamál. Eða þannig. Segðu okkur eins frá því sem að veit ekki sem er að hlusta. Já, þetta var nú ég man nú ekki hvernig þetta byrjaði en ég fekk ekki líftryggingu af því það er alltaf verið að hringa í mann eða var og bjóða mann tryggingar og ég var engin forsprakki í því að sækjast þetta líftryggingu, mér er bara boðin líftrygging og svo klára ég þetta og þá er mér hafnað eða þess að fyndi það að boða einhvern veginn í fund og svona eitthvað til að hafna honum í staðinn bara að láta maður vera bara hægt að fakast í mig en það snýrist eitthvað BMI stuðli já, ég var náttúrulega út úr öllum kortum í BMI stuðli 180 kíló og 1,80 rúmlega á hæð en þetta var nú eiginlega konan mín setti þetta inn á Twitter og sprakk þetta og þá var þetta enn meira mál sko því þá fekk ég enn fleiri en buðu með líftryggingar í alvöru? Já Þú veist ekki að fengi spons út úr þessu? Já, það hefði verið eitthvað sko Nei, ég hef alltaf líka verið ógeðslega há í BMS-stilunum Já, ok En þú veist, ég hef líka alltaf verið bara mössuð sko, bara með stóra vöðva Já, íþróttakona Já, ég sko, ég hugsa að ég hefði alveg getið verið ágætt í þessu nema ég hef alltaf verið lélega í backpressu og svona Já En þú veist, ég læri deadlift með 100 kíló Já, ok Og það, þú veist, og ég á best í hnébeygju 160 eitthvað kíló. Vá, vel gert. Já, en já. Það er rosalegt. Einu sinni var. Það var gott að þessi læri sem að komi mér yfir BMI stuðli, en þau allavega gáði mér eitthvað. Heldur betur. Já. En þetta er náttúrulega svona sambærilegt í þessum þjálfunarskala, spretthlaup og kraftliftingar. Þetta er hámarks átök í stuttastund. Já, og ég man nefnilega, þú veist, ok, nú ætla kastarar, þeir lifta mikið og þungt og allt þetta. Og nú langar mig að fara að sjá hvað þú getur kastað kúlunni en alltaf að ég man sko þú veist að Óðinn, hann er þjálfari hjá IR hann var kringlukastari og kastaði kúlu líka að við störtum stundu saman sko og hann, þú veist, hann vann mig alltaf á kannski fyrstu 4-5 metrunum og svo náttúrulega auðvitað sildi ég fram úr sko en það var það náttúrulega bara powerið sko að þú þarft eiginlega, við þurfum eiginlega að sjá hvað þú getur kastað kúlu Já, ég var alveg til í það sko Kúlan er 7,25 kíló. Já. Heyrðu.
Já, þú þarft að prófa það, við þurfum að prófa það. Herðu, en hvað er svona framundan? Framundan, ég með þessi námskeið, kraftliftingaskólans. Já, kraftliftingaskólin.is. Já, og ég bara búið ótrúlega gefandi. Ég með námskeiðin í liftingadeild Ármanns og ég þjálfari þar. Já, ok. Og teka móti fólki, ég er líka með vinnustaðanámskeið, verið í Orkuveitinu og víðar. Já. Núna er ég að vinna í að gefa út app, bara yfir þjálfaruna. Ok. Og að því það eru svo margir sem kannski bara í þessari vakningu sem vilja lifta og vilja fylgja prófuðum aðferðum en hafa ekki tíma til að mæta á kvöldin eitthvað. Nei, einmitt. Þannig að þetta er svona svolítið svar við því kalli og ég er búin að taka upp netnámskeið og ég er alls konar svona að vinna með þetta, þessi svona kannski meira fyrir þá sem komast ekki á staðinn. Já, svona fjár. Já. En ertu með þá eitthvað svona, ætlar að vera með eitthvað svona senda þið inn vídeo og eitthvað svona eða? Já, það verður bara misjaft. Já, eftir bara einstaklega. Já, misjaft eftir bara hvað hendar hverjum, sko. Já. Ég verður með einhverja hópa en líka bara svona alveg svona fjara námskeið sem þú bara færið prógram og öll þjálfurinn og vídeo og einhverja svona eftirfylgni. Já. En svo er ég alltaf að þjálfa úti líka og ég er að fara út með Guðfinni, einu mínum, hann er að keppa á heimsmeistaramóti. Okay. Núna í Rúmeníu. Sem er þá, já, er ekki mótin alltaf í nóvember? Jú. Ok. Já. Þannig að það er líka skemmtilegt. Já, sjáta þetta hann. Hvað heitir hann? Guðfinnur Snær. Ok, þú sendir mér Instagramið hans. Já. Getur við sendt það inn. En hann að einhver svona loka orð fyrir bara, hvað ég að segja, framtíðina og þeir sem að vilja kannski prófa eða eitthvað. Já, sko bara klárlega ef ég get aðstofað einhvern, að ég bara í þjálfun eða hverju sem bara hafa samband, hvort sem það er vinnustaðir eða íþróttafélög eða eitthvað, og það er bara mjög skemmtilegt. Loka orð, bara halda áfram að æfa og lifta því það hjálpar öllum, það gerir það og það er alltaf að koma betur og betur í ljós, hvort sem það er framistæði í öðrum íþróttagreinum eða lífinu sjálfu. Já. Já, bara takk kærlega fyrir mig. Herru, takk fyrir. Takk fyrir að hlusta og gangiði vel að elta þín markmið. Gleðin með Silju Úlfars.